Hvernig dreifa plöntur fræjum sínum? Já, það allur gangur á því. Sumar dreifa þeim eiginlega ekki. Þau vaxa bara utan á og detta niður. Sum kasta þeim aðeins frá sér eins og lúpína. Býr til svona fræbelgi sem að mynda svona smá spenni svo opnast þeir og þá hendist fræið einhverja sentimetri í burtu, ekki rosalega langt. Síðan nota þau dýr, þar að segja, mörg fræ eru inn í einhvers konar beri eða aldinni sem að er þá orka fyrir dýrið, smá verðlaun fyrir dýrið til þess að borða það. Og ef að fræið sleppur í gegnum tennurnar, ef að dýrið er með tennur þar að segja, að þá fer það í gegnum meltingakerfið og fræið lifir það af. Fer það út með saur hinum megin. Saurinn getur meira sem verið áburður fyrir fræið og sum fræ eru meira að segja þannig þau þurfa að fara í gegnum meltingafæri dýrs til þess að vera tilbúin í að spíra. Og þegar fræ spírar þá getur orðið til ný planta ef það er í hagstæðum skilyrðum. En dýr borða ekki bara fræin, heldur geta þau líka hangið utan í feld eða fjöðrum eða einhverju utan á dýrinu. Það eru krókar á fræjunum. Sum nota vind, þá eru fræin létt, oft með einhvers konar fallíf eða einhverja vangi. Það eru til á trjám svona hálfgerðu vangu þannig að þú snýst þetta svona og fíkur eitthvað í burtu. Það sem við þekkjum langt best sem að treystir á vind er sennilega fífillin. Biðukollunar sem við blásum þegar við erum lítil, þetta eru fræ með fallíf. Svo eru sum sem nota vatn, eins og til dæmis kókosnötur. Það bara fljóta fræin í vatni. En þetta eru svona megin leiðirnar í þessu. Og eins og ég sagði, þá er náttúrulega einhverjar plöntur sem gera eiginlega ekki neitt til þess að dreifa fræjunum sínum. Af hverju skiptir þetta máli? Af hverju mega fræin ekki bara detta við hliðina á móðurplöntunni? Jú, það er af því að það er betra fyrir plöntur að koma sér sem víðast, koma sínu erfðaefni sem víðast. Því annars er plantan bara alltaf að vaxa einhvern veginn á sama stað og það myndar bara samkeppni vatn, næringarefni eða steinefni í jarðveginum og svo framvegis. Þannig að það er gott fyrir plöntur að dreifa fræjum sínum sem mest og sem lengst í burtu til þess að komast helst í hagstæðar aðstæður, þó það virkir náttúrulega ekkert alltaf.